velkomin í Silfrið. Við ætlum að byrja venju samkvæmt hérna á vettvangi dagsins, þar sem við förum yfir svona helstu fréttir vikunar. Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, kemur svo til mín á eftir. Við ætlum að fara yfir ástandið í Sýrlandi og Brexit og síðan kemur María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur og doktorsnemi til mín og við ætlum að fara hans yfir hrelliklám og ræða nauðsyn á nýju ákvæði í hegningalögunum út af því. Við byrjum hérna með Andrési Jónssoni almannatengli, Þorbjörgu Sigríði Guðlaugsdóttur, aðstoðarmanni félagsmálaráðherra, Þórlindi Kjartanssyni, peislahöfundi á Fréttablaðinu og Valgerði Jóhannsdóttur, aðjúnkt í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Velkomin. Við ætlum að byrja að fara aðeins yfir sviptingar á fjölmiðlamarkaði. Það var ýmislegt sem að gerðist í síðustu viku þar. Það urðu eigendaskipti á Morgunblaðinu. Eyþór Arnalds keypti þar hlut Samherja. Og eins liggur fyrir að fréttatíminn stendur að minnsta kosti höllum fæti og óvíst með framtíð þessa blaðs. Andrés, ef við byrja á þér, ég veit að þú hittir nýjan eiganda á Morgunblaðinu í gær. Segðu mér aðeins hvernig þetta blasir við þér. Mun þetta breyta eitthvað þessu rótgróna blaði? Já, það er rétt, ég rakst á Eyþór og reyndar Þórsnæði og Kjarnanum líka. Við fengum það sem gesti okkar, ég og Þóraldur Gunnarsson, við erum að kenna svona miðlun upplýsinga í Háskóla Íslands og þannig að við fengum svolítið svona gott spjall þetta og á þess að ég held ég að segja upplýsa ykkur leyndarmálum að þá voru þeir báðir á því að svona breytingin, það sem að úr prentmiðlum yfir í stafræna miðla, hún hafi tekið lengri tíma heldur en við byggust við. Kjarni var með eitthvað app sem bara floppaði og fólk var bara sem voru að nota iPadana, ekki fullorðnir. En Eyþór svona talaði þó að Mogginn væri eitt sterkasta áskriftablaði í heimi enn sem kom í hlutfalli að höfðatölu, að þá heyrðist mér á hann að hann væri að sjá framtíð Morgunblaðsins í hinu stafræna heimi og að jafnvel að það myndi gerast jafnvel hægar. Ég fór að velta fyrir mig hvort að þeir myndi jafnvel fækka útgáfudöfum á þess að hann hafi sagt það beinlínis. En það má líka velta fyrir sér hvort að þessi framtíðarsýn að breyta Morgunblaðinu og fjölmiðlaheimurinn núna með þessum breyttu eignarhaldi á 365, hvað gerist með Fréttablaðið, verður það áfram hjá Jóni Ásgeiri og Ingibjörgu, að það sé svona þessi stóra breyting sé kannski fara að verða núna í takti við þessar eigendabreytingar. Og við sjáum að Vodafone fjarskiptafyrirtæki kaupir Stöð 2 og með heila klappinu nema Fréttablaðinu. Hvað gerir Síminn? Eyþór kannski með einhverja hugmynd og þeir sem eiga Morgunblaði að gera það svona aðeins attraktífara, svona meira eftirsóknarvert og sameina það inn í Símann. Ég get alveg séð það gerast. Valgerður, þetta er ekkert ný saga að það sé erfitt hjá fjölmiðlum eins og líka fyrir hjá fréttatímanum og svo sem áskrifendum á Morgunblaðinu hefur nú verið að hækka svona stígandi síðustu ár. Hvernig blasir þetta við þér? Erum við einhverjum vandræðum með svona fjölmiðlarekstur á Íslandi? Við erum alltaf augljóslega í vandræðum. Ég held að þessir miðlar sem að sinna fréttaþjónustu séu flest allir reknir með tapi og hafi verið í dálítinn tíma og það eru þetta áhyggjuefni. Það var í sjálfu sér þegar svona internetið og þessi stafræna bylting byrjar að ganga yfir og það voru svona miklar vonir bundnar við þetta allt og við myndum bara sjálf öll verða fréttamenn og afla okkar upplýsinga á þess að væri einhverjir hliðverðir að matreiða það onni okkur. En svo hefur raunveruleikinn bara orðið dálítið annar. Það var eitthvað sem orðið að þannig að allir í sjálfu sér geta verið blaðamenn og fréttamenn og það endar með því að enginn verður það. Af því að staðreyndin er ennþá sú að það eru þessir hefðbundnu fjölmiðlar sem að reka ritstjórnir sem að búa til megnið af þeim fréttum sem að við fáum. Og maður sér ekkert að það sé neinir aðrir að fara að taka upp það merki. Þannig að svona út frá hugmyndum okkar um lýðræði og hinn svona upplýsta meðvitaða borgara, þá er það auðvitað áhyggjuefni ef að fréttamiðlar gespa gólunni hver á fætur öðrum, það er það. Við erum þólendur samt sem áður með tiltölulega fjölbreytt úrval af fjölmiðlum og þrátt fyrir einmitt að það liggi fyrir að
að það er eiginlega ómögulegt að halda uppi einkareknum fjölmiðlum á þess að tapa á því, þá virðast vera alveg einstaklega margir sem hafa samt sem aður áhugaði og dug og geta þor, gera það samt. Hvernig blasir þetta við þér? Ég náttúrulega nota mikið við fjölmiðla sjálfur og hef alltaf gert og maður hefur sem notandi og neytandi fylgst með þessari þróun bæði hérna og heima og ég held að það sé mikið til í því að þessi þróun yfir stafræna útgáfu hafi svolítið menn séu ennþá að átta sig á því hvert hún muni reiða. Það er alveg augljóst að það enn og mun alltaf verða mjög mikil þörf á alvöru blaðamennsku. Það sem hins vegar hefur auðvitað breyst er það að dagblöðin og meiri segja líka ljósvakamiðlar, þeir eru ekki lengur fyrstir með fréttirnar, það er að segja upplýsingarnar, íþróttaúrslit eða upplýsingar að tiltekinn atburður hafi átt sér stað, það fréttist bara leið gegnum internetið og Twitter og Facebook og þar eru við kannski öll að einhverju leyti blaðamenn. En þegar það kemur að aðeins dýpri umræðu, af hverju gerist hluturinn, hvað mun gerast næst og þess aftar, þá þarftu blaðamennsku og í hvaða formi blaðamennskan verður, það er kannski það sem að dagblöðin standa ennþá mjög sterk að vígi. Þau eru ennþá allstaðar í heiminum, blöðin, hvort sem þau eru bara prentuð eða hvort þau eru með mikið af stafrænni tilvist, þau eru fremst í þessu. Og maður sér þetta með eins og bandaríska fjölmiðla sem eru væntanlega komin svolítið langt. Sumir hverjir þar eru farnir að fara aftur tilbaka í dagblaða til dæmis útliti. Það er að segja, í staðinn fyrir það að þú sem áskrifandi af þessum miðli fáir matað ofan í þig netfréttir sem að algoritminn hjá blaðinu telur að hendi þér, þá er menn bara farnir að leggja áherslu á það að þú sjáir alla blaðsíðu dagblaðsins eins og hún kemur út úr prentvélinni. Þó að þú viljir ekki endilega vera að stapla upp mörgum kílóum af pappír á dag, þá er það eitthvað við þetta form. Og mér finnst að blaðaútgáfan hérna séur hún alveg ótrúlega hraustleg þó það sé þetta vandamál núna með fréttatíman og það er mjög mikilvægt fyrir samfélagið þegar ég held að enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur og núna höfum við á undanförnum misserum verið að sjá hvað gerist þegar aðgangur af mjög vönduðum upplýsingum er ekki til staðar. Þannig að fyrir það sem hafa áhyggjur af þróun blaðamennsku og prentmiðla, þeir eru bara að gerast áskrifendur af öllum fjölmiðlum. Mér finnst til dæmis að allir sjálfstæðismenn eiga að kaupa Stundina, sama hvað Stundi fyrir taugarnar og mér finnst allir vinstrimenn eiga að kaupa Mogga, af því að það er sameiginlegir hagsmunir allra sem að starfa í pólitíkinni og allra okkar í samfélaginu að þessi fjölmiðlar séu til staðar. Og það hefur einmitt rannsóknir hafa allir sýnt það að það er í dagblöðunum, jafnvel þótt að kannski þeim fækki eitthvað sem lesa þær, að þá er það samt ennþá þannig að obbina blaðamönnum í heiminum vinna á dagblöðum og þá skiptir engu máli hvort þau eru gefin út rafrænt eða á dagblöðum og það er þar sem flestar fréttirnar verða til sem svo netmiðlarnir og meira sér líka ljósvakarnir nota og svona búa til sitt framhald á eða eitthvað en það er ennþá mesta blaðamennskan í þessum. En ég held ef ég má líka koma hérna inn sem fulltrúi neytenda og notenda eins og Þórlindur að þá að því það er svo stutt í það hjá okkur í allir umræði heimur versandi fer að syrgja hefði liðna en ég upplifði það allavega að með þessara breytingu sem þeir eru að vísa í með aukinu notkun netmiðla og svo sér hvort sem það eru dagblöðin eru gefin út rafrænt eða í hvað formið það er þá ertu ekki lengur í þeirri stöðu að vera að gera upp við þig hvort þú ætlir að lesa Moggann eða Kjarnan, Stundina eða Eiguna eða hvað sem miðlar heita því að þegar eitthvað gerist þá ertu náttúrulega jöfnum höndum að lesa erlenda efni líka að þú getur farið beint í atvik sem á sér staði og Norðurlöndum og þá lestu bara Norðurlandamiðlana eða þú lest New York Times þannig að mörgu leyti erum við náttúrulega langtum betur sett með fjölmiðla heldur en allavega sem neytendur en við vorum fyrir nokkrum árum síðan. Gunnar Smári Egilsson talaði um það, hann er ritstjóri Fréttatímans og hann svona hefur förmast betur yfir þá eftir í að því að hann vilji stofna nýjan stjórnmálaflokk á Íslandi og talaði þá um það sérstaklega að honum fyndist lítið hægt að hafa áhrif á samfélagið, allt og lítið fyrir hans smekk allavega í gegnum blaðamennsku og fréttamennsku
og tók sem dæmi kaupin á Búnaðarbanka sem var náttúrulega upplýst í fjölmiðlum fyrir sko meira en áratug síðan upphaflega og hefur verið gert alveg margoft síðan. Valgerður, tekur þú undir þetta? Hafa fjölmiðlar of lítil áhrif? Því er kannski vandsvara. Ég meina það er auðvitað hægt að benda líka á dæmin mikil áhrif sko. Og hérna, ég held að sömuleyti kannski getur maður sagt að hérna, og kannski átti við á þessum tíma sem verið að vísa til varðandi Búnaðarbankann sko, að hérna, ef að það er engin sko jarðvegur fyrir, ef að hérna einhvern veginn almenningur eða stjórnmálamenn eða enginn sem tekur undir þennan málflutning og ef að miðlarnir svona er ekki allir í málinu að þá gerðist ósköp lítið sko. Af því að svo getur maður náttúrulega lent líka sko Panama-skjölin sem dæmi akkurat til gagnstæða sko. Ég er ekkert viss að hérna að ef að fjölmiðlar hefði ekki unnið í því máli þá hefði almenningur ekki mótmælt, en ef almenningur hefði ekki mótmælt þá er ég ekki viss að margt hefði breyst, skilur. En að þetta hérna verður svolítið að spila saman, sko. En það er alltaf tilhneiging til þess að sko ýkja áhrif fjölmiðla. Ég held að Gunnar Smári hafi nú haft bara töluvert mikil áhrif og hann hefur einhvern veginn að vera byltingamaður í öllum byltingum síðustu 20 árin, sko. Og ég held að bara gaman að því að sjá hvað hann gerir sem, þú veist, að leiða næstu byltingu. Ég þori ekki að spá hvort að hún takist. Förum aðeins yfir þetta. Hann vill stofna sósíalistaflokk Íslands og ég hef ekki heyrt neina breytingur því að hann ætli bara að halda því til streitu. Við erum alltaf með nokkra svona allavega flokka á Íslandi sem eru með sósíalískar áherslur. Er pláss bara yfir höfuð á hinu pólitíska spektrumi fyrir svona flokk? Sko, ég er nú alveg hlynntur pólitískri nýsköpun. Ég held að við höfum náttúrulega séð hann að við fórum úr 5 svona kjarnaflokkum yfir í 7 núna á þingi. Þannig að mér finnst það bara áhugavert og það er ákveðin deigla í því, sko, hvað er fólk, það er bara breytast viðfangsefnin. En með sko, úrslit síðustu kosninga, það sem var hægri stjórn, og Sigmundur Davíð þurfti að segja af sér og það voru Panama-skjölin og það var svona margt, bankaengavæðing fyrir dyrum, reyndar ekki komin sér skýrsla, en samt náði þessi vinstri blokk ekki að mynda ríkisstjórn, ekki náðu afli. Er þá pláss við næstu kosningar fyrir sósíalistaflokk lengst til vinstri VG sem að nýtur núna mikils fylgis. Þannig að ég er alls ekki sannfærður það, en það er bara flott að fá fleira fólk inn á þing og svona, og ég kann velja Gunnar Smára, en hann það er auðveldar að sitja í svona þætti, sko. Ég man alltaf eftir hann alltaf góður í þessu, hérna, halla sér aftur þegar maður er að taka eitthvað lífi í svona þætti. Bara, já, þessi uppákomi á Gunnari Smára í vikunni er náttúrulega, þannig að, ég held að hann verður fær annars konar gagnrýni og annars konar aðhald. Hann hafði fullt af valdi sem öflugum maður í fjórðavaldinu í langan tíma. Núna ætlar hann að færa sig yfir og það verður bara áhugavert að hafa ekki allir fjölmiðlamenn pluma sig þar, alls ekki. Það er bara frekar reglan að þeir plumi sig ekki. Þorbjörg, hvað segir þú? Já, ég hugsaði þetta og tók náttúrulega eftir þessari frétt þegar hún kom fyrst fram og í samhengi þá við stöðu VG. Ég held að þau séu mælast með 20-23% í dag og ekki verið sterkari í 10 ár. Þannig að það er kannski svona fyrsti punktur í þeirri stöðu hjá þeim flokki sem að skilgreina sig hvað næst þessari línu. Ég held að Samfylkingin er að skilgreina sig sem sósíaldemókratískan flokk, en ég finnst mér ekkert sérstaklega mikill munur á þessum flokkum tveimur. En þegar að staðin er svona hjá VG með þetta mikla fylgi, er þá þörf á því að fara fram í annan leiðangur? Getur að verið að menn séu kannski bara ósáttir við það að þeir eru einfaldlega ekki þarna í forystu sjálfur. En ég held samt að VG sé kannski einmitt þetta stór flokkur vegna þess að hann hefur fengið að vera dálítið opinn og óræður með það fyrir hvað hann stendur. Að tala mjög í breiðum línum, tala fyrir umhverfismálum og síðan er það svona allur gangur á hvernig það spilast í praxis. Þannig kannski er það einhver liti þannig að það er vöntun á skýrari valkosti þarna til vinstri. Og því leitinu til held ég með þetta stóra mengi kjósenda þarna þá sé fyrir hendi sveirum og pláss.
En kannski ef maður bara aðeins skjóta, ég ætlaði nú ekkert að blanda mér í þessa umræðu, en svona dettur, það sem að hérna, Gunnar Smári hafði talað var sem sagt svona verkalýðsáherslur og ef að maður hérna skoðar til dæmis það sem að hefur verið að gerast út í hinnum stóra heimi, að þá það einmitt svolítið sko verkalýðurinn sem að hefur orðið illa úti í þessum hérna, þessari alþjóðavæðingu og vinstriflokkar víða hafa einmitt verið sakaður að hafa bara skilið þetta fólk eftir. Þannig að hérna Og það samtal yfir áður komið upp innan eða VG að það sé einhver gjá á milli verkalýðsaflsins og Ekki síður en Samfylkinguna. Og ég meina, maður sér alveg það sem að gerast sko í Svo að sjá hvort að Gunnar Smári svarið við því. Það eftir annað. En maður sér sko, það er núna þegar hérna að aukast svo mikil hérna umsvifin að þá sko það alltaf að koma öðru hvoru fréttur að það sé verið að sko níðast á verkafólki, það sé jafnvel sko mansal og þrælahald og guð maður vita hvað sko sem að tengist svona þessari alþjóðavæðingu hérna frelsa hérna, þannig að kannski það eitthvað í þessu sem að hann að hérna reyna að pota í, en hvort það jarðvegur fyrir það skal ég ekki segja. Þórhildur, þetta tal hjá Gunnari Smára hefur náttúrulega verið í gangi svolítið lengi en fær svona byr undir báða vangi í þessari fátæktarumræðu sem hefur verið undanfarið og svona hann hefur nýtt tækifæri að hnýta í valdhafa, núverandi og fyrrverandi fyrir það að hér séu eins margir raun ber vitni að lifa við fátækt á svona þessu norræna velferðaríki sem við teljum okkur búa í. Ertu sammála því? Erum við að skilja einhvern hóp algjörlega eftir og þarf að koma nýr flokkur til að koma þeim til hjálpar? Sko, já, ég hjó svolítið eftir því það sem Gunnar Smári talar að honum hafi ekki tekist að breyta samfélaginu nógu mikið í störfum sínum sem blaðamaður. Og það kom mér svolítið á óvart vegna þess að ég hefði aldrei einhvern veginn litið þannig á að það væri hlutverk mann sem blaðamanns, ég starfa sem blaðamaður, að það væri einmitt það sem maður ætti að reyna að forðast, að vera með eitthvað ómikinn áhuga á því að breyta samfélaginu sjálfur eða stjórna. Það að vera blaðamaður ekki valdastaða. En ég hef unnið fyrir Gunnar Smára og mikill aðdáandi hans sem finnst hann mörgu leyti alveg mjög mikill yfirburðamaður og ég man eftir því að ég hafði áhuga því sjálfur að sjá hann fara út í pólitík. Og hefði stutt hann í því, sko, en þá var hann reyndar svo mikill hægri maður. Og núna hefur það algjörlega kúvenst, þannig að þarna búið að detta inn á ákveðið málefni sem að auðvitað allir hafa ákveðna og mikla samúð með held ég fátækt, en það sem auðvitað í gangi og það sem þetta náttúrulega bara populismi. Það bara verið að keyra upp hérna populíska stemmingu sem Gunnar Smári að taka þátt í. Hann bara sér, eins og Andri nefnir áðan, hann sér að byltingin hafin og eða sér tækifæri til þess að bara eins og hann sér svona brimbrettakappi að bíða eftir réttu öldunni, sko. Og hann, þetta frábær málsvari fyrir hvaða hóp sem hann tekur sér að vera málsvari fyrir, en auðvitað það ekki heppilegt að honum hefur ekki gengið vel með það að klára sín mál hjá það fólki sem hefur treyst á hann fyrir sína lífsafkomu á þessu blaði. Og það hvort sem það sanngjarnt eða ekki, þá þetta ekkert svona skemmtileg byrjun á ferli sínum, sko, sem pólitískur talsmaður almennings og verkafólks að skilja eftir sig svona erfitt mál. Nei, það náttúrulega óvíst, svo sem hvernig það endar, en Þorbjörg, þið eruð í félagsmálaráðuneytinu og þessi fátæktarumræða hefur farið nokkuð hátt og ég hef allavega sagt sjálf, eftir að Pétur Blöndal þingmaður lést að þá þekki ég orðið engan lengur sem að skilur almannatryggingakerfið. Sko, finnst ykkur í ráðuneytinu og í rauninni bara þínu flokki í Viðreisn, sem náttúrulega ríkisstjórn, þetta ekki, þetta náttúrulega rétt sem að Smári að segja. Það óásættanlegt að það séu hérna þúsundir sem að lifi við sára fátækt og fleiri í skilgreindir fátækt. Auðvitað það og það eru til greiningar og gögn fátækt í ráðuneytinu og þegar maður skoða þær þá blasir það bara við að fátækt veruleiki á Íslandi, fátækt staðreynd á Íslandi. Við hefum svona sirka hugmynd hversu stór sá hópur það liggur fyrir að það fjölgaði í þeim hópi eftir hrun og það liggur fyrir að svona upp úr 2012 að þá fór staðan að batna. Við erum í samanburði við aðra þjóðir hins vegar, þá eru tölur okkar nokkuð jákvæðar
að fátækt á Íslandi veruleiki og hún staðreynd en hún fátíð. En það breytir auðvitað ekki stöðu þeirra sem að búa í þessum aðstæðum. Og þá það náttúrulega hlutverk stjórnmálanna að reyna að beita þeim tækjum sem við höfum til þess að fólk komist út úr þeirri stöðu. Það hefur verið greint hvað það sem veldur og við sjáum það að hérna, þó sé ekki hægt að tala orsakasamhengi, þá allavega svona vísbendingur það að það svona 3 lykilþættir sem að virðast hafa hvað mest áhrif og það staða á húsnæðismarkaði, það heilsufar og síðan það heimilisgerð. Og ríkisstjórnin hefur lagt af stað núna með það bara strax á sínum upphafsmetrum að leggja í aðgerðir á húsnæðismarkaði þar sem til dæmis verið að beina mjög sjónum fólks á stöðu leigjenda, þeirra sem eru á leigumarkaði. Það eru vísbendingar það að það eru fleiri í þeim hópi sem að búa við fátækt heldur fólk sem í eigin húsnæði. Það fólk sem fast þarna inni á leigumarkaði af aðstæðum fremur en vilja, að verja stærri hluta sína tekna í húsnæði og býr við ótryggari húsakost. Þannig að allt sem getur orðið til þess að losa fólki undan þeirri stöðu liður til þess að berjast gegn fátækt. Heilbrigðisráðherra hann hefur tilkynnt nýtt greiðsluþátttökukerfi. Við höfum öll tekið eftir umfjöllun það sem að held ég að það sé algjör einhugur á Íslandi, að við viljum ekki að fólk sé samhliða því að glíma við alvarleg og langvarandi veikindi að dæmast til fátæktar eða greiðsluþátttakan sé slík að menn ráði ekki við hana. Og það verður sett þak á það núna frá með 1. maí. Þannig að þó að það sé aðgerð í þá heilbrigðis að þá það náttúrulega, þá mun það mæta þessari stöðu líka. Og svo það bara spurningin hver sýn okkar á velferðarsamfélagi Ísland, hvernig viljum við beita þeim tækjum sem við höfum. Þar skoðum við þetta velferðarkerfi sem ég nefndi, en líka bótakerfið. Og þar hefur Ísland verið gagnrýnt fyrir það að við séum að smyrja stuðningin út of almennt og of þunnt, þannig hann mæti ekki eða bæti ekki hag þeirra sem að raunverulega þurfa á að halda. Þá eru kannski að horfa á tekjulega barnafjölskyldur og svona, að við séum að fara inn það myndarlega og rausnarlega gagnvart þeim hópi sem á þurfa að halda. Þannig þessi 3 punktar sem allir eru til skoðunar og eru komnir áleiðis, það svona gæti orðið raunverulegt innlegg í þessa fátæktarumræðu. Þannig það dugar ekki bara að tala stöðuna, að við verðum líka að reyna að horfa á það hvernig við ætlum að breyta henni. Já, mér kannski langaði að grípa hana bolta frá þeim öllum þremur fátækt og stöðu leigjenda og verkalýðin sem einhvers konar mengi sem þurfi að leiða og þurfi að njóta meiri sé pólitískt áhrifalaus eins og kannski Gunnar Smári og einhverju vilja meina. Ég myndi held að við séum kannski líka aðeins að missa af stóru myndinni sem mörg bara mörg sönnunargögn fyrir að það liggur fyrir að á síðustu árum eftir hrun hefur tekjumismunun minnkað á Íslandi. Það að segja þessi Gini-stuðull. Þannig að fólk með svona nær hvort öðru í tekjum. Ekki það eru mjög margir með allt of lága tekjur. Já, en ég velti fyrir mér hvort að við í staðinn fyrir að horfa á hvort annað og skilgreina okkur mikið í hópa að segja bara, og ekki horfa þetta einu svona frá vinstri eða hægri, ekki raunverulega mismunun sem svona gerast hægt og hljótt og búin að vera að gerast, hún á milli launafólks, hún á milli 80-90% okkar, 95% jafnvel, sem að þiggjum laun í hverju mánuði og hinna sem eiga eignir. Það fátækafólk í verkalýðurinn, hann undir pressu. Það sem hefur aukist á Íslandi og enn meira í heiminum öllum það að kapítalið, fjármagnseigendur, eru búin að toga meira til sín. Það líka í þessari umræðu, við erum að gagnrýna bónusa eða við erum að gagnrýna laun, en ég ekkert viss að millistjórnendur á Íslandi eða millistétt eða eitthvað, á þess að ég sé eitthvað sérstakur talsmaður þeirra, allavega þangað til nýverið ekki haft miklar áhyggjur af þeim, en ég held nú hef ég bara áhyggjur af fólki á vinnumarkaði, bara öllum sem á vinnumarkaði. Og þannig að ég myndi alveg víkka umræðan út í það að þetta fólk ekkert að ríða feitum hesti eitthvað frá því að vinna langan vinnudag. Og þannig að kannski ættu bara allir á vinnumarkaði að taka höndu saman og segja, betur hvað með þá sem eru að opna mengandi verksmiðjur eða eru að koma inn með einhver fjárfestingarleið eða aflandsfélög og snúa, við erum svo smikla staðreyndir að borðin, þessi tækifæri til þess að snúa bökum saman og segja, þetta ekki góð leið að skipta kapitalinu og auðlindum Íslands og heimsins svona. Mér langar að setja smá punkt við þetta.
það verður eiginlega ekki hjá því komist að ræða aðeins það sem gerðist í Svíþjóð, hryðjuverkin þar. Mikið af Íslendingum sem voru staddir hérna í nágrenninu og þetta náttúrulega bara eins og hefur verið í Bretlandi og Frakklandi og annars staðar í Evrópu þegar svona hefur verið að gerast. Þetta stendur manni nærri. Bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra sögðu að það þyrfti að herða hérna öryggisgæslu og það voru víst fleiri sérsveitarmenn á vakt núna helgina. Þórlindur, hvernig slær þetta þig? Er þetta eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af? Ég held ekki, sko. Ég er ekki hræddur við hryðjuverkamenn. Ég er ekki hræddur það að það sé miklu líkur á því að ég eða eitthvað sem ég þekki verði fyrir árás hryðjuverkamanna. Ég meina það deyja 100 mann á lestarteinum og hverju einasta ár út allan heim. Miklu fleiri heldur en Vesturlandabúar heldur en í hryðjuverkum. Það er gert mikið úr þessu. Ég held að þessi gaur sem keyrði inn í Åhléns í Stokkólmi í gær hefur örugglega fylgst vel með athyglinni sem að hálfvitinn fékk sem að keyrði á Vestminsterbrúnni daginn. Og þú veist, og eftir að það gerðist að þá var þetta þessi þjóð sem að setur á alla bólunni svona keep calm and carry on, læsa niður allir í miðborginni og það var að vera að halda því fram við fólk. Forsætisráðherra mætir og segir þeir mun ekki sigra okkur. Nei, gaur á Hyundai leigubíl með eldúsnýf mun ekki leggja breska ríkið undir sig. Sko það er engin hætta á því að þessi hryðjuverkamenn sigri en þetta er náttúrulega orðið brjálæði hvernig viðbrögðum við svona atburðum eru. Og fjölmiðlar fara á færi í umfjöllun? Já, við öll gerum það. Ég meina þetta er eins og það er allir að merkja sig örugga í Stokkhólmi. Það sjá allir í fréttum, það eru 3 sem deyja þarna fyrst og það hefur einn bæst við og það er auðvitað hryllilegt en við erum öll að merkja okkur örugg. Það er eins og það verður rútuslys einhvers staðar í Noregi og við sem allir Íslendingar í Noregi merkja sig örugg á Facebook. Sko hann heitir Simon Jenkins, blaðamaður eða ritstjóri sem var nú einmitt kollegið sem vitnaði í þetta eftir þessa London árás. Það eru fjölmiðlar og það eru viðbrögðin sem að búa til þessa hættu. Og er þetta einhver hætta? Auðvitað er þetta hætta. En hún er bara ekki á þeim skala að venjulegt fólk eigi að eyða meira en 1 mínútu á ári að hafa áhyggjur af því. Það er hryllingurinn við þetta sem er hættulegur og við erum held ég farin að bregðast við þessu. Svolítið eins og þetta er svona sjálfsofnæmi að verða, sko. Þetta er eins og ónæmiskerfi sem er farið að ráðast gegn sjálfu sér. Við erum að grípa til svo mikilla aðgerða til þess að stemma stigu við áhættu sem er ekki mikil, að það eru aðgerðnar okkar sem er að skapa í raun og veru skriðþungan fyrir þessa aðila sem að láta sér detta þetta í hug. Nú ætla ég í dag að keyra niður fullt af fólki og í staðinn fyrir ég sé kallaður glæpamaður, þá ætla allir fjölmiðlar heimsins að taka sig saman það að segja að ég sé hugsjónamaður. Þeir eru ekki að segja að þeir séu sammála hugsjóninni, en þessir aðilar sem maður nefnir ekki eins og nafnleiknis að það er það sem þeir fá út úr þessu, þetta er eina sem þeir hafa fram að færa í lífinu, þeir verða hetjur út allt af einhverjum vefsíðum, einhverja hálfvita út allt sem er að hyggja á einhver illráðabrugg gagnvart öðru fólki og þetta er búið til. Þannig að auðvitað er þetta hryllilegt, en hef ég einhverjar áhyggjur af hryðjuverkum? Nei, ég hef engar áhyggjur af hryðjuverkum og ég held að það sé bara það sem fólk þarf að fara að átta sig á. Fólk sem býr við alvöru hættu, það heldur bara áfram lífinu sínu og á stríðssvæðum að það heldur lífið áfram, við erum bara svo langt frá því að vera það. Og þannig að spurningin hef ég áhyggjur af þessu, bara klárlega, nei, ég hef engar áhyggjur af þessu. En það kemur kannski aðeins inn á að við vorum að tala fjölmiðla í byrjun og þarna eru fjölmiðlar á einhverju leyti sviði, þau eru að segja fréttirnar, en líka orðnir þátttakendur í atburðarásinu með löngum beinum útsendingum og eins og Þórlindur að nefna að gefa þetta mikla vægi umfram efni. Valgerður, hvað segir þú? Eru fjölmiðlar ekki að standa undir ábyrgð í þessum efnum? Sko þetta er náttúrulega hryllilegur atburður, það er voða erfitt að ætla sér að segja við fjölmiðlar, nei þið skuluð ekki vera að fjalla um þetta. Þetta er bara, en auðvitað er sko þetta eru stórviðburðir. Þetta eru stórviðburðir og tilgangurinn með árásum af þessu tagi, þó maður getur svo sem ekkert sagt til þessa tiltekna þarna í Stokkhólmi, en tilgangurinn með hryðjuverkum samtaka eins og ISIS er að skapa ógn og hafa áhrif á samfélagið þannig. En það er sko þetta er svona spurningin að reyna að setja hlutina í samhengi og maður þarf kannski líka bara svolítið að gera það sjálfur sem svona bara lesandi. Og krafan getur auðvitað aldrei verið að segja ekki frá. Nei. En þetta er kannski dálítið eins og bara með afbrotaumfjöllun, þess að vera að normalísera frávikið. Fjölmiðlar hafa líka
ég meina, ég las til dæmis á BBC í gær, þar sem þeir eru með svona bara samantekt, hryðjuverkaógnin í Evrópu meiri núna heldur en hún var hjá foreldrum okkar. Og niðurstaðan nei, líkurnar á því, ef þú talar bara um líkurnar á því að deyja í hryðjuverkaárás í Evrópu núna eru minni heldur en þær voru á tímum Baader-Meinhof og ETA og Rauðu herðöldina og þetta. Hins vegar hafa árásurnar sem hafa verið gerðar núna undanfarið eins og Madrid, Nice og fleiri, þar hafa verið mannskæðari. Þeir voru, ETA til dæmis, þeir voru ekkert rosalega effektífir, sko. Það hafi einn dáið í, hverjum 4 árásum eða eitthvað. Þannig að upplifun fólks þá kannski líka, dálítið önnur heldur en. Og nær okkur. Það bæta einu við með þetta, sko, sem það að sko, þegar það koma svona fréttir af einhverjum glæp sem framið með þessum hætti, einhver stelur bíl og keyrir inn í hóp og í þessu tilviki, ég var þarna sko daginn áður og það er svo skrítið, mér fannst, ef ég hefði komið frétt að það hefði kviknað í þarna, þá held ég mér hefði ekkert liðrætt öðruvísi. En þegar þessar fréttir koma, þá alltaf þetta spurningin, var þetta hryðjuverk? Ok. Og það tekur svona tíma að komast að því. Hvað verið að spyrja með þessu? Var þetta hryðjuverk? Nei, þetta var ekki hryðjuverk. Hvað þýðir það? Það þýðir, þetta var ekki Arabi. Var þetta Arabi? Já, þá var þetta hryðjuverk. Svo fyrir að skoða hvað þessi Arabi búin að gera á internetinu. Já, hann var að skoða ISIS síður. Ok, og hann vill munstra sig í merki ISIS og við búum hann til eftir á. Þú veist, spurningin eftir alla svona atburði sem að mér finnst svo óþægileg þessi spurning, sem sagt, var þetta hryðjuverk? Eigum við að vera hrædd? Þetta verið að senda skilaboð á fólk út um allt. Verið hrædd í dag við Arabana. Af því að einn þeirra, hann gerðist sekur glæp í fjarlægu landi og kannski nálægu landi. En þegar að sambærileg atvik verða, sem þau verða daglega út um allt í Evrópu, út um allt í Bandaríkjunum, að morðingjar drepa, þá ekki spurt, var þetta hryðjuverk? Þetta nákvæmlega sami gjörningurinn. Og hættan fyrir okkur nákvæmlega svo sama. Nánast ekki. Sér þú fyrir þér að fjölmiðlar muni breyta eitthvað sinni hegðun ef úr því sem komið og þetta heldur áfram? Sko, ég held að fjölmiðlar séu þeir endurspegli svolítið samfélagið og þeir eru alltaf meir og meir, þeir vita bara nákvæmlega á hvað við smellum og svona, sko, og það farið að keyra áfram tekjumódelin þeirra að hluta, þannig að bæði starfsmísvegna viljum ekki skella skuld á það, en þeir eru, í lýðræðislegri umræðu, í fréttaumfjöllun, ég hef samt ekki, kannski taka sem neytandi líka, það hef ég ekki áhyggjur. Mér fannst athyglisvert að ég bara sníði svo yfir á annað mál heima. Það búið að vera rosalega mörg öfl að reyna svona bota sínum tota, leiðrétta af sitt orðspor sem hafa verið dæmdir og sendir í fangilsi og þeir hafa beitt alls konar vafasömum aðferðum til þess að reki fréttasíður, verið sending greinar svona og með eitthvað markmið. Og svo sá ég milli ára, eftir að svona dómstólar hafa eiginlega aldrei setjandi jafn mikilli gagnrýni, þá fóru þeir upp 11% í trausti. Það gaf mér svona, og sama hvar maður stendur í því máli, sem ég held að meirihlutin sé nú kannski öðru megin, að þá hugsa maður, ok, þetta verður allt í lagi. Fólk kann að lesa í gegnum þetta. Það verða einhverjum menn eins og Þórlindur og Valgerður og Obba sem koma og segja, þurfum ekki að vera hrædd. Og við kunnum að vita hvernig við erum að hlusta á. Þó maður hafa ágjörð þessu fake news, þá svona, ok, það trúa ekki allir því sem þeir lesa. Og þannig að ég held að heimur fari ekki endilega versnandi þrátt fyrir fjölmiðla. Við komumst ekki lengra með þetta. Takk kærlega fyrir komuna, öllsömmul. María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur, kemur til mig í settið eftir örskamma stund. Sest hjá mér María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur. Velkomin, María. Takk. Við ætlum að ræða aðeins þetta sem við höfum kallað hrelliklám. Þú ert á stundunum og doktorsnám við Sussex háskóla í Bretlandi og ert að rannsaka að mér skilst ósamræmi í lögum einstakra ríkja Evrópusambandsins og alþjóðlegt eðli internetsins og áhrif þessa á mannréttindaskuldbindingar.
og þú varst hérna fyrir nokkrum vikum með fyrirlestur þetta í sambandi við þá þetta sem að kallað hefur verið hrelliklám eða hendarklám. Geturðu sagt mér þess bara hvað það er? Já, ég held að kannski stóri vandinn að það er svo erfitt að setja orða á nákvæmlega hvað það er. Vegna þess að í grunninn er þetta þegar viðkvæmar upplýsingar, til dæmis myndir eða myndskeið af fólki í ögrandi eða kynferðislegum athöfnum birtast á netinu án þeirra samþykkis. Og þetta ekkit sérstaklega þægileg skilgreining og þetta ekkit eitthvað sérstaklega einfalt orðalag. Og það sem þessi mál hafa líka svolítið glímt við er að til að byrja með þessi fyrstu mál sem voru að koma upp svona kringum 2011 að þau tengdust öll einhvers konar hefnd elskanda og þaðan kemur þetta orðalag, þetta hefndaklám, þetta revenge porn og þessi hugtök eru auðvitað gildishlaðin og hugtakið klám eru auðvitað mjög gildishlaði líka og það er kannski erfitt fyrir þann sem að verður fyrir svona að sætta sig við það að mynd af honum flokkist sem klám bara vegna þess hvernig einhver annar hugsanlega geti upplifað. Þannig að í sjálfu sér er þetta birting viðkvæmra persónuupplýsinga á netinu án samþykkis þess sem að á myndinni eða á vídeónu er. Það hafa verið lögð fram frumvörp hérna það að taka í rauninni þessi sérstöku brot inn í hegningarlögin til þess að auðvelda saksókn þessara mála. Þau hafa ekki náð fram að ganga. Geturðu sagt mér aðeins af hverju það er? Er þetta svona flókið? Ég held að í gildandi framkvæmd, í lögunum eins og þau eru núna, að þá er ákvæði sem að fjallar blygðunarsemi einstaklinga. Það verður notað fyrir þessi? Já, og það er það sem ákæruvaldi hefur gert, að þau hafa beitt þeim ákvæðum til þess að ná utan þessa háttsemi. Síðan er líka ákvæði lögum sem að fjallar að maður megi ekki greina frá einkamálum annarra. Það er enda með frekar lágum refsirama og hefur ekki verið beitt í svona málum. Og það sem að lögregla og ákæruvald hafa gert í þessum málum er að finna leiðir til þess að nota gildandi ákvæði til þess að ná utanum þessi brot og það hefur gengið ágætlega. Það hafa nást fram sakfellingar í nokkrum málum en það eru þetta ákveðin vandi sem að var í þessum frumvörpum sem voru lögð fram. Þau kannski það voru svona ákveðin gallar í þeim sem að auðveldlega er hægt að sníða af og bæta þau frumvörp og gera þau betri þannig að ná betri tilgangi sínum. Ég held að það hefur ákveðin umræðan það þurfi ekki að breyta lögunum vegna þess að núna er ákvæði sem er hægt að nota. Já, meðal annars dómsmálaráðherra taldi ekki sérstaka þörf á því og þrátt fyrir að sé í rauninni rætt þetta og þörfin á þessu í stjórnarsáttmálanum og þú ert ósammála því. Já, ég held að það sem að dómsmálaráðherrann er að segja það er mjög líkt umræði sem átti sér stað í Bretlandi svona 2013 og 2014 og þá voru til dæmis gefnar út tilkynningar frá ákæruvaldinu þar að svona brot væru nú þegar refsiverð og gildandi lög næðu utanum það. Samt sem áður að það var raunveruleikinn þannig að það voru svo margir sem að vegna þess hvernig ákvæðið er orðað sem náðu ekki fram réttlæti eða upplifðu að réttarvörslukerfið næði ekki utanum þau brot sem að þau upplifðu og þannig að þrátt fyrir að það væru ákvæði sem væri gildi það voru sett ný lög, lögunum var breytt til þess að gera þau skýrari og það er það sem ég held að við þurfum að gera hérna líka og það er ekki bara fyrir þá sem að verða fyrir svona brotum, það er líka bara hagsmunir réttarkerfisins að tryggja að það sé fyrirsjáanleiki í löggjöfinni. Bara sakborningana jafnt sem brotaþola? Algjörlega og þetta er hreinlega bara réttaröryggi sjónarmið að tryggja það að löggjöfin endurspegli veruleikann og að hún sé framkvæmleg og þetta auðvitað hefur ítrekað komið fram í dómaframkvæmd hjá Mannréttindadómstólnum. Þetta er sjónarmið sem að þau byggja á margoft og nú síðast bara í dómi gegn Íslandi, Ólafsson gegn Íslandi, sem kom núna í mars, þar sem að dómstóllinn segir það hreint út að það er ekki nóg að hafa lög, það þarf líka að vera ákveðin gæði í lögunum og þau þurfa að vera fyrirsjáanleg og þau þurfa að tryggja réttindin í raun. Og það tengist líka inn á skuldbindingar ríkisins til þess að tryggja
tryggja persónuvernd einstaklinga á netinu. Og sko, við náttúrulega erum aðilar að þessu mannréttinda skuldbindingum. Erum við þá í rauninni ríkið og yfirvöld að bregðast þeim með því að gera þeim ekki auðveldara fyrir að ná fram rétti sínum í þessum brotaflokki? Nú er lögfræðingur, þannig að mér finnst erfitt kannski að segja eitthvað svona í stórum skrefum, en ég held að það þurfa að gera betur. Það er alveg ljóst. Og sú staðreynd á rætur í mannréttindaskuldbindingum ríkisins alveg óumdeilanlega. Þú talar framkvæmanleika, sko, þetta náttúrulega tæknilega flókið og maður svona hefur, það sem maður hefur lesið þetta, þá upplifir lögreglan sig að einhverju leyti vanmáttuga að gagnvart þessu. Erum við ekki að gera nógu vel þar? Vantar mannafla, tækni, kunnáttu? Hvert er vandamálið þegar fólk leitar til lögreglu með svona mál? Sko, næsti hluti í rannsóknunum minni lítur einmitt að því að taka viðtöl við lögreglumenn til þess að skynja, til að fá í raun og veru bara á hreint hvað það er sem að þeir upplifa. Og sambærileg rannsókn var gerð í Svíþjóð árið 2015 og þá var það augljóst að sem sagt, brot sem að vörðuðu réttindi einstaklinga og áttu sér staði gegnum netið, 90% þeirra fengu ekki framgang í gegnum réttarkerfið. Og sænsk yfirvöld hugsa þetta er skrítin tölfræði, hvað er það sem er að? Og þau tóku viðtöl við lögreglumenn og niðurstaðan var svo að lögreglumenn upplifðu að þeir hefðu ekki nægilega þjálfun, þeir hefðu ekki nægilega þekkingu, þeir hefðu ekki nægilegan skilning á þessu tæknilega umhverfi sem að samskipti í svo miklu mæli eiga sér stað núna. Og það var niðurstaðan í Svíþjóð árið 2015. Ég þori ekki að fullyrða hvort að það sé það sama hérna á Íslandi, en það er En það er augljóslega flókið náttúrulega lagaumhverfið í kringum þetta. Það er oft eru svona, ef við tölum myndir eða myndskeið birt á síðum sem eru hýst ekstra allt annar staðar en undir okkar lögsögu. Sko, hvernig getur þetta tala saman? Þarf eitthvað svona samstillt átak fleiri ríkja? Hvernig er hægt að leysa þetta? Þetta virkar eins og eitthvað svona baráttu við vindmyllur. Þetta sé í rauninni bara ómögulegt að koma böndum yfir interneti þarna eins og á mörgum öðrum sviðum. Ég held sko að öllum tæknibyltingum hafa fylgt einhverja lagalegar áskorunir. Það gerist með útvarpi, það gerist með fjölmiðla, það gerist með prentmiðla, það hefur gerst með allum þessum tæknibyltingum sem að breyta samskiptum fólks. Það sem er öðruvísi við internetið heldur en þessar tæknibyltingar sem á undan hafa gengið er hversu mikilvægur hlutverki einkaaðilar gegna á netinu, miklu stærra heldur en hefur verið í þessum öðrum tæknibyltingum og staða ríkjanna er allt önnur og þetta er bara mjög flókin veruleiki algjörlega sem að hefur reynst erfitt að ná utanum. Margir þessir einkaaðilar sjá núna Það er stór svona fyrirtæki eins og Facebook og Google og Snapchat og þetta. Algjörlega, og þessi fyrirtæki hafa í auknum mæli hreinlega séð bara viðskiptalega hagsmuni sína í því að reyna að koma í veg fyrir að svona efni sé sett upp á síðuna þeirra. Og það kveikir þá þetta líka spurninguna sko, erum við þá, þegar við erum búin að samþykkja skilmálana hjá stórum tæknifyrirtækjum, þar sem að flest okkar samskipti eiga stað. Ég meina allir, langflestir Íslendingar eru á Facebook og ég man þegar Össur Skarphéðinsson, þáverandi þingmaður, sagði að það hefði verið lokað á hann á Facebook og hún var algjörlega misboðið vegna þess að hann hefði ekki lengur aðganga að vettvangi tjáningar á Íslandi. Og þessir einkaaðilar að þeir sjá viðskiptahagsmuni í því að tryggja sig betur og þegar við komum inn á þessu svæði þá þarf bara að huga því hvar sleppir íslensku lögum og hvar förum við bara inn í samningssamband við einkafyrirtæki. Og það hefur auðvitað gerst hreinlega að þessir einkaaðilar að þeir eru með mjög svona að mörguleyti íþyngjandi samninga, til dæmis þegar maður notar Snapchat, að það maður búin að samþykkja það að Snapchat noti allt efni sem að maður býr til á Snapchat, alla filterana og allar þessar fyndnu djammyndir og allt þetta, krúttlegu barnamyndirnar, að við erum búin að undirgangast að Snapchat geti nota þessar myndir í markastilgangi fyrir sjálfan sig. Og það þýðir þá það að einhvers staðar eru þær vistar, ekki satt, vegna þess að þeir geta þá hugsað sér að nota það. Við höfum líka undirgengist að þeir
miði við lægri viðmið heldur en við njótum samkvæmt íslenskri persónuverndarlöggjöf. Þannig að við höfum samþykkt það bara með því að nota miðilinn að njóta lægri verndar sem á stóð í mannréttindum og ég ekkert að dæma það, ég nota Snapchat sjálf, ég held að það sé mikilvægt við áttum okkur á þessum veruleika og þetta flækir auðvitað líka klárlega stöðuna fyrir ríki og fyrir lögreglu en það eru auðvitað leiðir og það eru til kerfi svona nú man ég bara enska orðið en sem að fela í sig þá að ríki geti átt upplýsingaskipti í rannsókn sakamála sem að eiga sér stað í gegnum netið. Það ótrúlega þungur og langur og tímafrekur prósess og svona viðkvæm mál að þau þola ekki þannig málsmeðferðartíma. Þannig að það rýrir líka trúverðugleika lögreglunar gagnvart þeim þolendum sem að leita til lögreglunar í svona mál. Það sem að líka ákveðin vandi að ákvæði sem við notum í dag að það óljóst að það erfitt kannski í samskiptum gagnvart tæknifyrirtækjunum að útskýra að eitthvað svona óljóst hugtak eins og blygðunasemi að það sé eitthvað sem þeir þurfa að bregðast við. Það myndi líka vera betra fyrir framgang svona mála ef að löggjöfin væri bætt hvað það varðar. Þannig að bara svona rétt í lokin það þarf í rauninni bara að forgangsraða og mögulega veita hans meiri fjármunum í það að hjálpa lögreglunni að takast á við þetta. Það þarf líka að gera það en ég held að það þurfi líka að skýra löggjöfina. Já. María Rún Bjarnadóttir, takk kærlega fyrir komuna. Guðlaugur Þórðarson, utanríkisráðherra, sest hérna hjá mér eftir örskamma stund. Sestur hjá mér utanríkisráðherra Guðlaugur Þórðarson. Við ætlum að fara hans yfir Brexit og ástand mála í Sýrlandi. Velkomin Guðlaugur. Byrjum aðeins á Brexit. Þú hefur sjálfur talað að þú sjáir svona tækifæri í þessari stöðu fyrir okkur Íslendinga og það er svo sem ekki allir sammálaðir þar. Árni Páll Árnason Evrópufræðingur og fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, hann var hérna bara í síðustu viku og hann orðaði það þannig að það væri erfitt fyrir Íslendinga að fá meiri aðgang að markaði en fullan eins og við værum með núna. Hvaða tækifæri eru það sem að þú sérð í þessari stöðu fyrir Íslendinga? Fyrsta lagi erum við ekki með fullan aðgang að breska markaðnum. Við erum með tolla á ýmsum afurðum, til dæmis fiskafurðum. Þannig að þó svo samningur sé mjög góður og hafi reynst einstaklega vel að þá gætu við fengið mögulega meiri aðgang þar. Sama auðvitað við landbúnaðarvörurnar svo eitthvað sé nefnt. Síðan hitt að það yfirlýst stefna ríkisstjórnar Theresa May að fara í aukna fríverslun í heiminum. Og það sem gerst í heiminum bara nokkra áratugi, það er lítið gerst í þeim málum. Við Íslendingar erum gott dæmi það hvað fríverslun skiptir miklu máli. Við vorum einn allra fátækasta þjóð Evrópu á nokkuð svafa eða mjög líklega fátækasta þjóð Vestur-Evrópu fyrir 100 árum og við værum ennþá bara mjög fátæk ef við höfum ekki aðgang að öðrum mörkum og værum ekki sömuleiðis með okkar markað mjög opinn. Nú breytingin í heiminu að verða sú og þetta gerist mjög hratt, þetta ekkert eitthvað framtíðarmál, þetta bara núna að millistéttin í Kína, hún fjölmennari heldur en allir íbúa Bandaríkjanna. Millistéttin á Indlandi að vera fjölmennari heldur en svo kínverska. Bara milljarðamæringar á Indlandi eru fjölmennari heldur en öll Norðurlöndin og ég bara taka þarna 2 lönd, það svo sannarlega að sjá mikla breytingu sem betur fer. Við erum sjá millistéttir í öllum heimsálfum sem eru að vera stærri og öflugri. Nú einhverju munu selja þessu fólki vöru og þjónustu. Ef við ætlum að vera samkeppnishæfir Íslendingar í framtíðinni, nú þá verðum við að hafa aðgang að þessum mörkuðum og vera svo sem opin fyrir þeim líka. Og það
þegar 5. stærsta efnahagsveldi heims ætlar að verða best í fríverslun og leggja mikið á sig þar, þá munu þessi hluti fara á stað og í þessu felast tækifæri. Sko, hvernig sér þetta spilast? Það er alveg ljóst að það eru erfiðar samningaviðræður í gangi og framundan hjá Bretunum. Þeir bæði, maður sér það hjá Evrópusambandinu, þeir ætla sér að vera einhverju leyti harðir. Þeir vilja ekki að fleiri ríki komi í kjölfarið og segi sig úr sambandinu, en á sama tíma eru náttúrulega margar þjóðir Evrópusambandsins í miklu viðskiptilegu sambandi við Bretland sem að þeir vilja ekki missa. Hvernig sér þið fyrir þér að þessar viðræður milli sambandsins og Bretlands fari? Ég er náttúrulega bjartsýnn maður eðlisfari og ég vil bara ekki trúa því að hér árið 2019 eða 20 eða 21 eða hvenær sem það nú verður að við séum að koma einhverju viðskiptahindrunum innan Evrópu og sem er sko gríðarleg breyting frá því sem nú er. Í sínu einföldustu mynd er þetta einfallega þetta að við erum með margskonar samstarf í Evrópu. Við erum með ESB, við erum með EFTA, við erum með EES, við erum með Schengen, við erum með Evruna, við erum með NATO og það ætti ekkert að vera neitt stórt mál þó eitt ríki ákveði að fara á einu þessu samstarfi til að fara og en vill samt sem áður og búið að leggja upp með það að vilja hafa áfram náið samstarfið önnu Evrópuríki. Í rauninni eftir 40 ára þá halda með bara gott kveðjupartí og reyna að gera þetta síðan með þessum allra bestum hætti. Og ef að menn gera það að þá sem er algjörlega nauðsynlegt því að það munu allir tapa á því ef að hér verður komið einhverjum hindrum á viðskiptum eins og staðan og svo getur við deilt hverjir tapa mest. Evrópusambandsríkin flytja meir inn í Bretland heldur Bretland til þeirra. Nú fyrir okkur Íslendingar er óhugsandi að hafa ekki aðgang að þessum stóra markaði. Þetta er eitt mikilvægasta viðskiptaland okkar og búið að vera miklu lengur heldur sem nemur tíð þeirra í Evrópusambandinu. Þannig að auðvitað veit maður ekki hvað skeður en vandi Evrópusambandsins hefði alltaf verið til staðar hvort sem Bretar við inni eða ekki. Vandinn er ekki mikið umræðinu núna, henni hefur ekki farið neitt. Við erum að tala um Grikkland, við erum að tala um Evruna. Nú við erum að tala sem kannski stærsta einstaki hlutin sem snýr að þessum svokallaða lýðræðishalla, að þeir sem stjórna mest í Evrópusambandinu, að þeir ekki kosni til þeirra verka og það er ekkert að kjósa þá í burtu ef að það er viljið til þess. Embættismannaræði. Nákvæmlega og þetta er eitthvað sem að Evrópusambandi verður hvort heldur sem er að taka á. Það sem þeir eru hræddir við kannski að stærstu hluta er þetta að Bretland sem kannski bætist við vandann borgar mikið með sér inn í Evrópusambandið og þeir hafa áhyggjur af því að ef að Bretar fá eins og stundum er talað of góðan samninga þá munu fleiri fylgi í kjölfarið. En það auðvitað segir okkur það líka ef að menn er á þeim stað þá þurfum við aðeins að líta inn á við og skoða máli hjá sér. Þannig að eins og segi þetta veit maður ekki hvernig mál þróast en ég hef náttúrulega með skipulegum hætti, ég tala við utanríkisráðherra EFTA-ríkjanna sömuleiðis þá sem fara með þessi máli í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Ég var nú boðið í heimsókn hjá utanríkisráðherra Þjóðverja og mun fara að hitta Boris Johnson núna á miðjan aprílmánuð til þess að undirbúa okkur undir þetta og meta þessa stöðu því okkar hlutverk eru að gæta okkar hagsmuna. Hvernig, þú segir að þetta fara að hitta Boris Johnson í apríl, hvernig leggur upp þann fund? Ég meina, hvað vilt þú fá frá honum og hvernig sér þið fyrir þessi fundur fari? Það sem við erum búin að vera að gera, við erum að kortleggja svona henni ýmsu sviðsmyndir, kortleggja okkar hagsmuni og sjá það hvað við getum sótt meira ef að þannig má orðið komast og sömuleiðis að hvar við liggjum veikt fyrir og sterkt og svo framvegis. Fyrsti fundurinn verður náttúrulega svona bara að fara yfir stöðun almennt. Þetta er ekkert að gerast á morgun og menn hafa góðan tíma. En þegar byrjuðu að einhverju leyti að ekki eiga í viðræðum þrátt fyrir að þið hafi ekki hist þar til núna. Sko, hvaða sviðsmyndir er þetta og hvað telur líklegast að verða úr? Ég vil nú bara trúa því að það verði áfram og þau skilaboð sem við erum búin að fá eru það að það verði áfram góð viðskipti á milli landana. Verður eitthvað breyting á því sem verið hefur? Svona fyrir þetta bara þeir ekki innan vébanda Evrópusambandsins? Ég seti auðvitað alltaf markið hátt og ég vil að við séum þá með betri aðgang heldur en við erum með núna svo þetta er að koma í ljós bara þegar líður á hvernig það verður. Auðvitað skipta líka máli samskipti Bretlands og Evrópusambandsins og þetta snýra því í rauninni hvernig þú hefur, Evrópusambandið hefur byggt upp sitt viðskiptamódel innan Evrópu mikið á þessum sameiginlegu stöðlum og svo framvegis og það er auðvitað mikið
flækjustig og það eru svona kannski 2 skólar í þessu, annars verður reynir að samræma alla hluti eða þá þú með þá sameiginlega viðurkenningar. Þannig svona í einföldustu mynd að ef að heilbrigðisvottorð í viðkomandi landi að þá gildi það í öðrum, en síðan getur líka farið í það að reyna að samræma þá hluti algjörlega. Ég held að sé mjög erfitt að ná heimsverslun ef maður ætla að fara að samræma alla hluti. Í það minnsta væru þeir sem að stæða þeirri samræmingu, myndu ákveða þá samræmingu, hefðu gríðarleg völd svo ekki sé dýpra í árunum tekið. Og það kannski heimsverslunin, það að segja hvernig menn hamla henni, gerast meira svona tæknilegum útfærslum frekar en að menn séu sko tollar. Tollar eru einn hluti af þessu en mjög lítill hluti af þessu núna. Síðan náttúrulega heimsverslunin farin að snúast fjárfestingar, hvernig menn geta komið að opinberu útboðum í viðkomandi landi og svo framvegis. En uppleggi sem hefur verið hjá bresku ríkisstjórninni þannig að þeir vilja hafa opið Bretland og vilja eiga viðskipti heiminn og það allavega mjög góðar fréttir fyrir okkur. Mér langar aðeins skipta gír. Ég verða að minnast á þessa efnavopnaárás í Sýrlandi á miðvikudag og það var vægast sagt skelfilegt að fylgjast með fréttum af vettvangi þaðan. Því svo fylgt eftir núna á föstudaginn með eldflaugaárásum frá Bandaríkjamönnum. Sko, þú sem utanríkisráðherra, sko, hvað þýðingu mun þetta hafa fyrir þessa styrjöld í Sýrlandi sem hefur staðið núna yfir sko, allt og lengi, mörg ár og sér ekkert fyrir endan á? Sko staðan var auðvitað mjög alvarleg fyrir. Það sem gerist hins vegar og ég upplifði það mjög sterkt þegar ég fór á fund Sýrlandsmálefnin í Brussel var þar fulltrúi Íslands með 70 öðrum ríkjum. Að það skildi verið beitt efnavopnum enn og aftur, að það hafði gríðarlega alvarleg áhrif. Þarna voru 80 manns sem að féllu, saklausir borgarar, stærstum hluta 33 börn og efnavopn hafa verið bönnuð mjög lengi af ástæðu. Og ég fordæmi þessar árásir, tilkynnti það að við værum ennþá og myndum halda áfram að veita mannúðaraðstoð Íslendingar í Sýrlandi og hvatti öryggis á Sameinuðu þjóðanna til þess að taka á þessu máli, sem auðvitað besti aðilinn til þess. Því miður hefur það ekki gerst og þess... Það er ekki líklegt að það gerist neitt, svona út frá afstöðu Rússa eftir þessa árás Bandaríkjamanna? Það á þetta eftir að koma í ljós, en ef þú skoðar viðbrögð bandamann okkar í Evrópu og annar staðar, að þá fordæma menn þessa efnavopna árás mjög harðlega og almenna reglan svo að menn segja þetta þessi skiljanleg viðbrögð vegna þess að það var ljóst að það yrðu viðbrögð við þessu og þessi árás mjög takmörkuð á flugvöllin sem að efnavopna árásin var gerð frá eða menn flugu frá og því að það líka alþjóðasamfélagið það líka að taka ákvörðun það hvort þeir ætla að láta slíkt óáreitt. En hins vegar það ekki þannig að ástandið hafi verið gott og þetta gerði að verkum að það verði eitthvað miklu erfiðara. Ástandið búið að vera hörmulegt og við erum að horfa á það að helmingunum af sýrlensku þjóðinni á flótta. Og það við ekki séð annanis flóttamanna vanda síðan að var hér í lok síðari heimsstyrjaldarinnar í Evrópu, en þá var ástandið alveg gríðarlega slæmt. Þannig að þetta eitt og sér breytir því ekki að ástandið var mjög erfitt og við munum ekki ná ásættilega niðurstöðu fyrir en að stríðandi aðila munu semja vopnahlé og komist pólitískt lausn á málið og það nokkuð það sem að ég hef lagt áherslu á og við munum gera áfram. Já. Hvað, sko, auðvitað verður að stoppa uppruna vandans, flóttamannavandans sem náttúrulega þessi styrjöld þarna. Það kannski lítið sem að Ísland getur gert annað en þetta sem að hefur verið gert hingað til af þér og fyrirrennu þínum að fordæma þessa styrjöld og árásir. En sko, það ekki augljós skylda okkar að halda áfram að taka á móti flóttamönnum frá þessu svæði og jafnvel gefa í þar og hver þín afstaða gagnvart því? Það eitt af því sem ég lagði upp með á fundinum. Auðvitað þurfum við að ekki bara tala heldur að sýna gott fordæmi þegar kemur að því. Og þetta margslungið. Þau lönd sem að tekið við langflestum flóttamönnum eru í nálæðinni, eins og til dæmis Líbanon sem gríðarlega hátt hlutfall af íbúum landsins núna flóttamönnum. Og ef að alþjóðasamfélagið bregst ekki við með ábyrgum hætti, þá mun það koma niður á
já, það er góðsend land í raunni flóttamannabúðir sem eru til lengi, til dæmis fyrir hryðjuverkamenn og við þurfum ekkert að ræða þá ógn sem að við þekkjum nákvæmlega. Þannig að það er stefna ríkisstjórnarinnar að leggja sitt að mörkum hvað þetta varðar og við munum fylgja því eftir. Megum við rétt í lokin, megum við eiga von á einhverjum fréttum af slíku núna fljótlega? Er eitthvað komið í bígerð varðandi móttöku fleiri flóttamanna? Það er svona ekki á minni könnu í ríkisstjórninni. Ég hins vegar tilkynnti það að ríkisstjórnin var að leggja auki framlag í þessi, getur sagt, Sýrlandsmál og munum halda því áfram og það er stefna ríkisstjórnarinnar sömuleiðis þegar kemur að málefnum flóttamanna að taka virkan þátt í því og það munum við gera. Guðlaugur Þórðarson, utanríkisráðherra, takk hérlega fyrir komuna. Takk svo mjög. Við komumst ekki lengra með þetta sinni. Við verðum hérna ekki næsta sunnudag, þá eru páskar, en við verðum hérna á sunnudeginum strax eftir páska. Takk fyrir í dag.